Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Já, virðulegur forseti. Enn einn áfellisdómurinn yfir olíufélögunum og framgöngu þeirra á bensínsölumarkaði er komin fram og ég spyr ráðherra samkeppnismála hvort hann taki undir það að á bensínsölumarkaðnum hafi verið óviðunandi ástand langt árabil með óhóflegum kostnaði fyrir bíleigendur í landinu. Samkeppniseftirlitið leiðir rökum að því að þetta sé umfram álagning sem geti numið 20 krónum á hvern bensínlítur sem seldur í landinu. Það geti verið liðlega 4 milljarða að ræða í óeðlilegri álagningu á heimilin í landinu sem eru tugir þúsunda króna fyrir hvert heimili í landinu. Og ég spyr fjármálaráðherra hvort að hann sé sammála þessu mati. Það er vakin athygli á því að hagnaður félaganna fylgi álagningunni á bensíni. Það er dregið fram að við veikingu krónunnar þá aukist jafnan hagnaður félaganna því að verðlækkanirnar skili sér miklu síður til neytenda heldur en verðhækkanirnar. Og það er gengið svo langt að tala að á þessu árabili 2005 til 2012 hafi verið þegjandi samhæfing á markaði hjá félögum sem hafi skapað þeim skjól til þessarar óeðlilegu verðlagningar. Ég vil spyrja fjármálaráðherra til hvaða aðgerða ríkisstjórnin hyggst grípa til þess að stöðva þessa óþolandi einokunartilboði á bensínmarkaði, hvernig eigi að auka þar samkeppni eða hvort að ráðherrann telji það koma til greina. Núna þegar við höfum reynt frjálsa verðlagningu á þessum markaði frá því upp úr 1990 með litlum árangri vegna óeðlilegra samkeppnishamlandi aðgerða þessara félaga og samsæris gegn neytendum á köflum, hvort hann telji koma til greina að grípa til opinberrar verðstýringar á bensínsölumarkaði til að stoppa þetta okur á bíleigendum. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, nú hef ég ekki lesið alla skýrslu Samkeppniseftirlitsins en ég hef kynnt mér meginniðurstöður skýrslunnar. Meðal þess sem þar kemur fram er að ýmislegt í innkaupum á eldsneyti hafi orðið til þess að einsleitni hafi vaxið mjög á því sviðinu. Það er að segja að menn hafi á undanförnum árum sótt allt eldsneyti til eins og sama byrgjans. En það þykir eftirlitinu, ef ég er að skilja þetta rétt, draga úr líkunum á því að menn séu raunverulega að keppa. Nú er það svo að það hefur enginn efast að það ríkir fákeppni á þessu sviði eins og svo mörgum öðrum á Íslandi. En það þýðir ekki að það geti ekki ríkt hörð samkeppni milli fákeppnisaðilanna. Hv. þingmaður nefnir hér óþolandi einokunartilburði. Nú, ég tek eftir því að á milli þeirra félaga sem að keppa á þessum markaði er töluvert mikill munur, bæði hvað varðar eðli starfseminnar, þar sem hjá sumum er rétt það bil helmingur veltunnar eldsneytisala meðan aðrir eru eingöngu í slíkri starfsemi og hjá sumum hefur verið ágætis rekstrarafgangur en hjá öðrum hefur hann verið mest lítill eða enginn. Ég hjó eftir því þegar ég kynnti mér þessar meginniðurstöður að það var ekki að finna eiginlegar tillögur hjá Samkeppniseftirlitinu til þess að ráða bót á þeim vanda sem þarna var lýst. Ég tók heldur ekki eftir því að menn hefðu komist að því að framin hefðu verið einhver samkeppnisréttarleg brot sem að skilur okkur eftir með spurningar af þeim toga sem að hér er velt upp. Ég tel að opinber verðlagning sé afleidd lausn á þeim vanda sem að við okkur blasir hér, það er að segja hvernig við getum aukið samkeppni á þessum markaði. En það sem að mér hefur virst að gildi á þessum markaði er gríðarlega mikil offjárfesting og það væri mjög æskilegt að skapa hvata fyrir félögin til þess að losa þá offjárfestingu og skapa aukið hagræði sem átti að geta nýst neytendum með því. Hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar tekur til máls. Virðulegur forseti, nú skil ég ekki alveg hvað hæstv. fjármálaráðherra er að segja okkur. Er hann að segja okkur að
á fákeppnismarkaðnum, bensínsölumarkaði á Íslandi sé hörð samkeppni? Ja, það skoðun ráðherrans að það ríki hörð samkeppni á bensínsölumarkaði eða hann sammála Samkeppniseftirlitinu að það sé þögul samhæfing eða ástæða til að ætla að þögul samhæfing sé í gangi? Telur ráðherrann að bensínverð geti verið það bil 20 krónum of hátt á hvern líter vegna skorts á samkeppni eða telur hann að það sé hörð samkeppni þarna? Og ef hann hefur engin úrræði, af hverju hafnar hann þá opinberri verðstýringu? Af hverju geta lítil lönd, frjálslynd og markaðssinnuð eins og Luxemburg og eins og Belgía beitt opinberri verðstýringu til þess að koma í veg fyrir svona okur á neytendum en ekki við? Hversu lengi eigum við að una því að milljarðar séu teknir af heimilunum á hverju ári í óhóflegt okur á bensíni án þess að hafa nokkuð að hér í þinginu? Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Herra forseti, ég vil nú hafa þá nálgun í þessu máli eins og öðrum sambærilegum að hlusta eftir rökum og gaggrökum. Og af hálfu þeirra sem verið að fjalla hér hafa komið ýmis gaggrök. Ég hef ekki gert það endalega upp fyrir mig hvort að hér hafi ríkt eitthvað það ástand sem hafi sýnt mikinn einhvers konar brot gagnvart neytendum eða einhverja okurálagningu. Ég spyr mig hvort að slík okurálagning geti verið tilfellið ef að félögin skila engum rekstrarhagnaði. Maður hlýtur að spyrja sig að því. Hins vegar minntist ég hér á offjárfestinguna. Og það vissulega þannig að það eru of margar bensínstöðvar, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Það að dreifa olíu landið líka mjög kostnaðarsamt og ég held að Samkeppniseftirlitið hafi gert rétt með því að leyfa félögunum að starfa að einhverju leyti saman við slíkt. Ef ætti að fara út í einhverja opinbera verðlagningu hér, þá þyrftum við að fara í sameiginleg innkaup til landsins, sýnist mér. Eða hvernig eiga menn að sitja upp með eitt sameiginlegt opinbert verð sem hafa ólíkan innkaupakostnað? Það nú mörgum spurningum ósvarað þegar þessu slengt fram. En við þurfum áfram að fylgjast með þessu markaði. Ég fagna því að skýrslan hafi komið út og við skulum endilega taka þessa umræðu með einhverjum markvissari og málefnalegri hætti en að gera það hér í 2 mínútna fyrirspurnatíma.